Jæja, gaman að fá að vera með ykkur hérna. Ég eins og flestir aðrir heyrist mér ætla að tala um eitthvað allt annað en þetta. Búin að breyta nafninu á fyrirlestrinum. En hérna, vona það kom ekki að sök. Það verður eitthvað svona. Ég byrjaði að skrifa ofsalega formlegan fyrirlestur. En svo fannst mér bara svona, þegar maður sá dagskrána svona langaði mig bara að vera svolítið praktískari og reyna að koma með eitthvað skemmtileg dæmi og vonandi er þið sammála mér í því bara. Ég ætla svona að renna í gegnum kannski svona 3 meginflokka bara svo þið vitið hvert ég er að fara. En aðeins að fara yfir tækin og tólin sem við erum að nota, ætlum að fara yfir eitthvað sem við köllum rauntíma markaðsrannsóknir og svo pay-per-click eða svona smella herferðir og hvernig það nýtist okkur í markaðsstarfi. Hvað löt þessi fjárstýring? Áður við byrjum, hvað eru margir hérna inn á Twitter? Ok, glæsilegt. Ég kom með nokkra tillögur af hashtökum og svona fyrir ykkur. Og en hvað eru margir hérna sem eru ekki á Facebook? Ok, nokkrir ennþá. En hvað eru margir hérna sem stýra fyrirtækja-akkántum í Facebook eða Twitter? Er eitthvað með svoleiðis? Ok, glæsilegt. Það sem ég er að reyna að komast svona, leggja línurnar að í dag í markaðsstarfi er þetta ekki lengur að senda út eitthvað skilaboð, heldur viljum við reyna að byggja upp eitthvað konar samskipti við viðskiptavina eða væntanlega viðskiptavini. Þetta er ekki lengur eins og var áður að við erum að tala um einhverja risastóra markhópa sem við viljum senda auglýsingarnar út á. Þetta er ekki lengur Akureyringar eða Reykvíkingar, Íslendingar eða Eskimóar. Þetta er orðið miklu þrengra og svona afmarkaðri hópar. Og sem betur fer er komið samfélagsmiðlar og bætt tækni sem hjálpar okkur gríðarlega í þessari greiningu og þessari svona segmenti á markhópana. Þannig að í staðinn fyrir að berja út eitthvað ofsalega flott efni á mánudegi klukkan 3, ferði í alla miðla og á alla staði, þá viljum við bara prófa okkur áfram. Það er í raun og veru ekkert heilagt, það er ekkert alveg eins og áður var. Við viljum bara senda út efni, fá einhver skilaboð tilbaka og styrkja svo það efni aftur. Þannig að þetta er ekki lengur einhvers konar jarðýta af upplýsingum í eina átt, heldur byrjar þetta svona sem lítið samtal sem vex og vex og vex og þegar við teljum okkur vera að koma rétt á tónin, þá getum við farið inn með látum. Og ég set orðið markaðsrannsóknir innan gæsalappa, því að þegar maður talar svona óábyrgt upp á sviði, þá vill maður gjarnan svona tala bara taka sinn málstað og halda sig við það. En mér langar svona að sýna ykkur svolítið svona báðar hliðar á málinu, að þetta er ekkert fullkomnu tæki, ekki frekar en kannski aðferðirnar eða tólin sem við erum að nota. Og svona svo við byrjum á fyrsta dæminu. Ég hef verið að vinna fyrir Keflavíkurflugvöll töluvert. Þeir skilgreina sig sem þjónustufyrirtæki og er að þjónusta fólk sem er að fara til og frá landinu. Hluti af þeirra hlutverki er að bjóða upp á þjónustu sem hentar fjöldanum. Þannig að þeir leita að mögulegum markhópum, annars vegar Íslendingum, hins vegar útlendingum, sem mögulega getur nýtt sér þjónustu Keflavíkurflugvallar. Í staðinn fyrir að fara í einhverja viðamikla rannsókn og líka svona til þess að ýta undir hvert hlutverkið það er, þá ákveða að fara í crowdsourcing með hjálp samfélagsmiðla. Og við gerðum leik sem heitir Hvert viltu fljúga beint? Og við í raun og veru spurðum massan hvert myndi þig langa að fljúga. Ekki á núverandi áfangastæði, heldur hvaða nýju áfangastæði. Þannig að við settum fram fullt af áfangastöðum og svo var líka opið, þannig að þú kannst skrifa hvað sem er. Og í anda þessari nýju hugmyndafræði, þá byrjum við á því að senda út gríðarlega mikið magn af alls konar efni. Sérstaklega Facebook-auglýsingum. Við sendum örugglega 30 típur eitthvað svoleiðis. Og svo byrjum við að fylgjast með. Hvaða staður er það sem virðist fá mestu athyglina? Við áttum okkur alveg á því þegar við fórum að stað að þarna kemur fyrsti svona kannski hnökrinn í orðinu markaðsrannsóknir. Því að fyrirsagnirnar gátu haft ansi mikil áhrif en ekkert endilega staðavalið. Þannig að staður sem við ákveðum bara á seinustu stund að halda inni, við ætlum að henda út, aðalega kannski að þegar okkur fannst erfitt að finna myndir af honum, en okkur fannst hann heldur ekkert ofsalega spennandi, var Malmö.
hann gjörsamlega slátraði þessum fyrsta kafla keppninnar. Hann algjörlega var með lang hæsta smellhlutfallið. Og við áttum okkur bara á öðrum degi að það væri klárlega orðið verslað sem væri að hafa þarna áhrif fyrir utan auðvitað einhverjar staðsetningar. En við prófum þess vegna að breyta öllu. Því við trúum ekki á það að maður hendi út efni og það liggi bara, heldur þetta stanslaus þróun og stanslaus vinna. Þannig að við prófum að nota verslunarferð til dæmis á Edinborg og við sendum út aftur fullt af auglýsingum, slökktum þeim sem voru ekkert að virka og keyrðum áfram vagninn. En það virtist ekki skipta máli. Malmö var bara greinilega sá áfangastaður sem var að skila langmestri traffíkinni. Og Keflavíkurflugvöllur fór strax að huga, já, það væri nú áhugavert að reyna að koma upp, kannski tengja okkur við Malmö eða reyna að fljúga inn á Svíþjóð eða eitthvað þess þar og kannski þetta eitthvað þarna. Næstu áfangastæði voru eins og í sýni voru Róm og Feneyjar og það var líka mjög áhugavert með Facebook og þessum aðgangi að gríðarlega fjölda fólki og þegar þeir smella þá sjáum við ofsalega miklar upplýsingar. Þannig að við sáum alveg hvaða kyn, hvaða aldur hafði áhuga á hvaða efni. Þannig að við gátum svona aðeins spila með það. Og klárlega svona orð eins og rómantík í Feneyjum höfða til ákveðins aldurshóps og ákveðins kyns meira en annarra. Og þannig gátum við svona átta okkur svolítið á markhópa greiningum. En við keyrðum þetta ekki bara út á Facebook. Við keyrðum þetta hægt og rólega út í eiginlega alla svona netmiðla þar sem við töldum okkur fá upplýsingar sem við getum unnið úr og sendt aftur út. Við keyrðum þetta á Google auglýsinganetinu. Þannig að þegar þú varst að tengjast einhver sem tengdist ferðalögum eða einhverju þess háttar, að þá kom þessi auglýsing upp. Og þarna var verslað í Malmö og hérna var hvert viltu fljúga beint, bara á leikinn. Þannig að við lentum þessu fyrir framan 20.000 manna svona. Og að lokum keyrðum við þetta líka á vefborðum á helstu vefsíðum landsins eins og MBL og Vísi. En þegar við fórum að rýna ofan í þessa tölfræði, þá allt í einu stóðst ekki hinn tölfræðin. Því að fólkið sem kom inn á forsendum leiksins eða kom inn frá öðrum kanalum hafði engan áhuga á Malmö. Sá hópur var langmestu leyti að smella á LA og Hollywood og svo á ítalska áfangastæði. Þannig að það sem við lögum upp með að væri svona hið fullkomna svona AB-prófun, í raun og veru það var skekk í því. En þetta segir okkur bara að þetta eru svona tæki sem maður verður að prófa, maður verður að baktryggja sig og skoða. Og en loka niðurstaðan var sem svo að Los Angeles var langvinsælasti staðurinn en ekki Malmö. Malmö kom nú 3. Þannig að en þrátt fyrir að fyrstu skrefin höfðu verið með hyggstað, þá töldum við okkur hafa lent ákveðin lausn og í minnsta kosti vann einhver einn aðili ferð með mömmu sinni til Hollywood og allir voru nokkuð ánægðir. En þegar maður að tala svona mikið net og A/B-testing og notar eitthvað svona frasa, þá finnst manni oft svona missa snertingu við raunveruleikan og maður oft að leita svona raunhæfum dæmum og offline dæmum. Og þetta nú kannski svona meira þetta gaman skert en bara svo í skilgreina aðeins A/B-testing sem í okkar tilviki að senda út eitthvað efni, athuga hvor virkar betur og velja það betra, henda hinnu. Svo getur gert þetta aftur og getur gert þetta mörgum í einu. Við gerum þetta á markpóstum, Facebook-auglýsingum, netborðum, öllu í raun og veru. En mér finnst svona Róman Abramovits svona vera kannski kóngur A/B-testing. Hann svona holdgerving offline A/B-testing. Það ekki bara það að það að nafna hans A/B Abramovits heldur hann bara búinn að fullkomna þessa list. Hann tekur bara stjóra, prófar hann aðeins, hendur honum, tekur bara annan, prófar, virkar ekki, hendur honum, tekur annan. Þú veist, þetta bara the king of A/B-testing. Og hann bara prófar og sjáum til hvernig hann gengur í München. En það líka til svona aðra leiðir. Ég held að það sem að gera svolítið núna hjá okkur að áður fyrir var kannski þessar tilfinningar með A/B-testing og svona litlar aðgerðir og samfélagsmiðla og öll þau skilaboð sem við erum að senda út var svona einhvers konar stuðningur við stóru markaðsaðgerðirnar.
Í fyrsta lagi eru mjög stór og mörg fyrirtæki sem hafa raunverulega ekki fjármagn í stóru markaðsaðgerðirnar og þurfa því að leita meira í hagkvæmari miðla. En hins vegar maður þá að gambla svolítið á einhvern markhóp og einhver skilaboð sem maður veit ekki hvort eigi einu sinni heima inn í samfélagsmiðlum eða hvort þeir fá einhverja svörun yfir höfuð í samfélagsmiðlum. Þannig að það að spyrja spurningana, setja út til samfélagsmiðluna fyrst og fara svo í stóru herferðina eða fá stuðning frá stóru herferðinni eitthvað sem er að gjörbreyta allavega hvernig við vinnum í dag. Ég ætla að koma hérna í lokin með case sem við erum að vinna fyrir Öskju og ég vona að þið hafið flest orðið var við þetta. En Askja átti gríðarlegt magn af notuðum bílum og Jón Trausti reyndar skemmti svolítið fyrir mér þessa frétt því að hann var að tala rosa góðan árangur í viðskiptablaðinu í gær. En það er lítil hreyfing á bílamarkaði. Það er verið að tala að það séu 6 sölur á dag á Íslandi og inn í þessum 6 sölum sem sagt skipti 2 manna og það eru þá 2 bílar og bara 1 viðskipti. Þannig að það er mjög lítil hreyfing. Hún virðist vera á mjög ódýrum bílum og mjög dýrum bílum. Og markaður með notaða bíla er mjög erfiður og ofsalega mikil samkeppni. Við hins vegar litum svo á að í staðinn fyrir að vera auglýsa endalaust að Askja væri að selja notaða bíla í stóru formati væri bílar eitthvað svona sem er hægt að persónugera. Ég ákveðna tegunda bíla því að hentar mínu fjölskyldumynstri eða jafnvel ímynd. Þannig að þetta er persónulegra en bara einhver bílasala. Þannig að við töldum að það væri mjög gott að keyra bíla inn á samfélagsmiðla. Þannig að við stofnuðum Facebook síðu sem heitir bara Askja notaði bílar. Þangað setjum við inn bíla á 2 til 3 daga fresti með örstuttum upplýsingum, mynd og slóð inn á lendinguna. Upp úr þessu efni keyrum við samdægurs auglýsingu, borgaða auglýsingu. Lítur einhvern veginn þannig út. Og þið sjáu að þessi bíl kostar 4,9 milljónir. Þannig að við erum að rótira á milli mjög dýra bíla og mjög ódýra. Við höfum enga reglu. Svona vægast sagt fór þetta ótrúlega vel af stað. Við fengum alveg ótrúlega mikil viðbrögð. Við sprengdum budget dagsins hverjum einasta degi. Og fyrstu 3 bílarnir seldust innan þess tíma sem við ætluðum að setja næst inn. Og þannig að við vorum greinilega komin á sporið á eitthvað. Þannig að við jukum budgetið og til þess að styðja við þetta ákveða að færa okkur út í aðra miðla með sömu aðferðafræði. Hætta að kaupa stórar auglýsingar með mörgum bílum, prófum að kaupa litlar auglýsingar með einum bíl með litlum upplýsingum og keyrum nákvæmlega sama efni í offline miðlum, á vefmiðlum og á Facebook. Þannig að á mánudagsmorgni birtist lítil auglýsing í fréttablaðinu, borði á MBL, þetta er fréttablaðsauglýsingin, og Facebook auglýsing á Facebook. En einu sinni tók herferðin gríðarlegan kipp og rauk upp og sem sýnir bara hvað er mikilvægt að láta miðlana tala saman, styðja hvern annan og lenda því í einhverjum ákveðnum stað. En þannig að aftur eiginlega tvöfaldast heimsóknartölunar og aftur seldu upp alla bílana. Í dag erum við búin að vera að keyra í 11 vikur á nákvæmlega sama konsepti. Það koma 3 bílar inn í hverja einustu viku og það er ekkert fall í bílunum. Sveiflurnar sem við sjáum hérna eru raunverulega samkeppni dagana. Þannig að við erum bara með ákveðið budget. Þannig stundum er smellurinn ódýrari, stundum er hann dýrari, en við klárum alltaf budgetið enn þann dag í dag. Venjulegu líftími vefborða er kannski 3 dagar, 4 dagar. En þarna höldum við alltaf dampi. Við erum búin að fá yfir 38.000 smelli, sem er ansi gott miðað við fjölda seldra bíla á dag. Og það sem meira við erum búin að fá fyrirspurnir frá Facebook í Evrópu bæði aðferðafræðina, en fyrst og fremst það sem kannski kom þeim mest óvart var að fólk virðist vera tilbúið að kaupa og selja bíla á Facebook. Því að í spjallfræðinum á Facebook eru allt í orðnar fjöldi fyrirspurnar, takið þið þennan bíl upp í, tilbúin að borga milljónum milli og allt í einu vantar okkur plattform til að selja, ekki bara að auglýsa.
20% af allri umferð sem kemur inn á Facebook, þessi 38 smellir, lenda svo inn á síðuna þess að fólk virkilega að skoða meiri dítela, meiri upplýsingar og þess að þar. Þetta eru aðsóknartölur hlekkja inn á Öskju. Hún nærri því þrefaldaðist. Græna skífumyndin sýnir okkur sko utan að komandi hlekki. Það bara breyttist allur strúktúr á síðu Öskju. Og við erum búin að fá 50.000 heimsóknir sem eru rétt eða bara 50.000 heimsóknir sem koma beint frá þessari herferð inn á bílasölu sem í þessu tilviki að leggja áherslu á notaða bíla. 50.000. Og við erum eiginlega búin að selja alla bíla sem auglýst, planið eru tómt og þeir eru að kalla inn bíla frá öðrum bílasölum til þess að selja. Þannig að samfélagsmiðlarnir virka, talið við hópin ykkar, finnið hvað þeir eru móttækilegir fyrir og setið svo fullan kraft á það. Þakka ykkur kærlega fyrir hlusta og ekki gleyma tísta. Takk fyrir.